Halló! Erum við live? Ég held það, já. Við erum brjálæðislega undirbúnar undir þetta og ég er ennþá að kynna okkur eða hvað. Jú, Ok, gerum það. byrja þú. Já. Ég er Edda, Lilja, í Garðbúð Eddu. Og ég heiti Arndís Arnalds. Við erum hérna að klára að brjóta saman nöfnin ykkar. Já, þetta kallast á fagmáli just in time. Einmitt. Þannig að við erum brjálæðislega vel undirbúnar og mér skilst að það megi tjatta núna. Já, það á að vera kveikt á kommentum. Já, þannig að þið geta alveg prófa það, ef þið viljið. En það er bara 20 nöfn eða eitthvað eftir, þannig að þetta er að koma. Alveg að koma. En af hverju erum við hérna þetta? Sko. Ég get ekki gert þetta í einu. Nei. Ég er bara eitthvað brjálæðislega mikið að klippa. Fyrst og fremst. Já. Þá erum við að fara að draga út vinninga úr leyniprjóninu, hvað er. Þær sem að hafa klárað sjálf og sett í komment undir þar tilgerðan þráð. Já, og það var alveg að berast bara í dag, alveg þónokkuð. Það voru nokkur í dag og ég held að síðasta hafi komið inn fyrir svona 20 mínútur. Já, vel gert. Þannig að talandi just in time. Já, akkurat. Já. Það er, hvað sér maður svona eitthvað, þú veist, hvað eru margir að horfa? Það er alveg heili 14, sko, það er brjálæði að gera. Það er brjálæði að gera, ok. Já, og við ætlum að sýna vinningana. Vinningarnir koma annars vegar frá mér, þetta er svona gatt sem ég hef sankað á mér og pokar, prjónapokar í gegnum tíðina. Hæ, Gerður! Ég er að virka! Tæknin er ekki að stuða okkur í dag. Og þetta er alveg gatt sem er þátti fallegt og keypti og svo er það búið að vera svona lengi í stassinu mínu og það þarf einhver annar að fá það og njóta þess. Þannig að það er dálítið hugmyndin. Ég var búin að panta smá að utan og alveg það er alveg, ég pantaði sko fyrir alveg 6 vikum eða meira síðan. Æ, Sandra og Fríða, hæ! En það er bara ekki að það kom til landsins og með grunnar að það sé bara... Á ég klippa á að tala, eða? Já, þú veist, það er viðbótar, sko. Já, þannig að það er, já, þannig að það kemur ekki núna, það kemur kannski bara einhvern tíma seinna. Já, þá kannski bara gerum við eitthvað annað, þá kannski gerum við bara eitthvað annað. Þannig að hæ, dásanlega þið, takk fyrir En kassin okkar er orðinn fullur, ég heldur þunum stærri skál. Í alveg. Það er ekki hægt að draga úr þessu. Það er ekki hægt að færa í þessu. Þetta eru tæplega 80 nöfn sem er crazy, sko. Þið eru alveg brjálæðislega. Og það var svona viltustu draumarnir mínir að kannski svona 50 manns myndi taka þátt. Þannig að þetta er bara æðislegt, sko. Þið eru dásamlegar. Ég held þessu bara konur í þessu, sko. En takk. Ég held það, já, líka. Já. Svona nokkurn veginn. Já, Kristín líka, hæ. Já, þú ert flott. Herði, á ég fara gegnum það styrta úr einni körfu. Ok. Til þess að fá miðana. Nenni að skrifa svo þetta nafn aftur og það. Ok, brjálæðislega tilbúnar eins og allt. En á ég ekki bara að fara í gegnum vinningana. Herði, ég myndi með sjálf að heit, sko. Herri, við byrjum á þessum prjónapoka. Ég er samt stór, þetta er eða ámar að gera þetta jafn óðum kannski, þú veist, Hvað viljið þið? Þá erum við að gera sko 2 svar. Já, einmitt. Eigum við að vera að sýna þá eitthvað, þú veist, þýðum bara. Er það ekki? Bara jafn óðum og eitthvað. En svo erum við líka, dagskráin, við ætlum að gefa gjafir, það er númer 1. Já, það er númer 1. Og svo ætlum við líka að sýna, það komu spurningar, það þráðir á Facebook síðu í Eddu sem er hægt að koma með spurningar. Þið megi líka bara sýta hér. Æ, það er svona TV, já, við erum bara Já, mjög svo. Já, við sem sagt hvað er það að segja? Já, við ætlum að svara þeim og ég kom með líka bara svona dóttir hvað er á prjónunum og eitthvað svona sem við höfum verið að brasa hingað til.
sem að verði líka hluta af þessu. Herri, Mögulega ætla ég að uppljóstra því sem ég ætlaði að gera fyrir helgi áður en ég ákvaða að taka mér smá frí. uppljóstra. Já. Nú er ég óslega spennt. Ég get kannan að tala Hvað er ég með mörg verkefni í gangi akkurat núna sem ég er að vinna í? Það veit ég ekki, sko. Oh my god. Þannig að það kannski bara verður það gert hérna á eftir. Ok. Það verður gert mögulega. En ég kom með líka svona 1 klár og hérna nokkuð svona verk í vinnslu til að sýna líka. Herru, þá held ég að við séum komnar. Eða ekki? Ég voru að byrja. Byrja. Allir Það er byrja. að tala um 27. Já. Ok. Já, ok. Herru. Penna. Við þurfum penna og bókina. Til þess að hafa blöð til að setja með þegjum utanum. Ok. Já, spennt. Herru. Ok. Má ég núna byrja á bókanum? Já. Þá er það þessi forræta prjónuð. Ok. Hann er frá Studio in the Green sem ég keypti hann á Etsy á sínum tíma og hann er mjög stór. Og hérna, ég safna þetta prjónubókum. Svolítið fallegur á litin líka. Já, hann er gorgeous, þetta er litur. Þetta er fínt hérna við, Þetta er næstu því nákvæmlega sami litur. Já, eiginlega. Það getur svona blendað inn, svona. Ég geti stólið það. Já, herði. Sér hann engin. Ok. Já. Og ég veit bara velja. Jú. Þetta. Ok, fyrst pokinn fer. Og það er Guðný Björg Jensdóttir. Ok, þá skrifa ég það. Nei, settu bara þennan með það á. Ég er svo klár. Einmitt. Herðu. Ok. Setja þessa saman bara svona. Já. Vel. Já. Næsta er hérna, hvað settur hann aftur inn? Þetta var hana þessi mjög glemt. Já. Herðu, þá er það hérna Didda Stæ Dreamguard grátt og þetta er silki og mohair og polylímid og þetta er svona eins og svona, þetta er alveg svona gæi. Sjúklega mjúkur, og þetta er loðinn og girnilegur. Já. Og hver það er? Má ég draga? Já. Ég ætla að fá minn hamni. Ég er búin að spritta mig, sko. Hér er komin miði. Þættinum hefur borist miði. Og það er Sigrún Sigurðardóttir sem fær þessa gullfallegu hespu. Ok. Já, höldum að fram. Já, ógeðslega gott að fá sér brjósik og vera svo bara gott að tala eins og vera kvikmynd og þáttastjórnandi. Heyrðu, þessi kemur frá þér. Já. Þetta, þú segir frá hana. Já. Sko, ég var einu sinni þegar ég var í með hillubúðina mína þarna hinum megin í öðru húsi. Þá var ég með Ginger Twist Studio frá Edinborg. Þetta er svona síðasta hespan sem er úr því. Og það sem er æðislegt við hana er ekki bara að hún er sjúklega sumarleg. Nú er ég að reyna að gera svona eins og, þú veist, þeir sem eru að sýna gatni í sjónvarpinu. Já. Hún er ekki bara sumarleg, heldur er hún líka 50% Superwash Merino og 50% silki. Ólala. Þannig að. Nú ætla ég að draga. Nú dregur þú. Ok. Og það er Þorbjörg Sæmundsdóttir. Wow! Ég veit hver það er. Við það ekki hana. Hún fær silkidásendina hérna. Herru. Þá er það þessi. Já. Walk. Walk. Og það er saga baka þessa. Hún hérna, ég fekk henni í svona skipti stassi frá hérna Guðlaugu. Og hérna ógeðslega flottur litur en ég fann aldrei verkefni og hann er búinn að vera alltaf lengi í stassunum minni og hann er leiðist og hann fær fínt hlutverk. Ég hugsa að Agnes er núna að gjóða augunum. Jæja.
Og sú sem fær þessa hespu Jensína Hjaltadóttir. Ok. Og sjáu þið skipulagið okkar hérna? Brjálæslega Brjála skipulag, miðinn fyrir á og teygja utanum. Ólala. Ég elska gúmmíteygju, það hafa hjálpað mér mjög mikið í lífinu. Með svona skipulag. Með skipulag, ok. Herru, taka þennan næst. Já. Þetta líka walk. Og þessi heitir, já, gleymt að þessi heitir, þessi heitir Random Walk. Og þetta Tough Sock. Þetta sokkagall. Hann líka dálítið sumarlegur. Þú voru að stoppa í smá stund þá sést. Ó, fuck. Ég svo léleg kvikmynda, YouTube-stjarna. Ok, drögum. Drögum. Hver á að draga? Þú eða ég? Ég sko það. Ok. Og það Rósa Guðrún Linnet. Rósa fætt þennan. En það gæti verið að hún sé í fjárhúsunum. Ok. Hún var að hafa áhyggjur af því að hún myndi missa af okkur. Af því að það náttúrulega sauðburður í gangi. Já, en þú veist það. En við geymum hana hérna En er ekki líka bara að setja á Facebook? Jú, svo kemur listi. Já, það kemur listi. Já. Við finnum út því. Þið þurfum ekki að fara úr skóla tilbaka og reyna að finna út úr þessu. Það væri stórlega gott. Ok, Ef sko. það kannast að póka bara? Já. Þessi. Þennan hérna. Þetta hérna, já, þessi frá mér. Þetta hérna Fringe Supply. Hérna, og þetta svona, þetta svona sokkapóki og hann svona dálítið svona stífur. Ég lofaði, heyrðist það? Nei, góð, þú sagði frá því. Með svona leðuról. Hérna, Fringe Supply. Og það meira þess að sko, passar svona hespa í vasan. Þessi hespa fylgir með. Og þetta sko frá Vatnsnes hespa. Já, þetta hérna ekki litur sem að heitir Rilla, ef ég man rétt. Hún búin að vera inni hjá mér, hérna bakvið, alveg mjög lengi. Hæ, Jenny! Herri. Ok, drögum. Drögum. Var ekki ég næst? Jú. Munum við það? Nei. Ok. Fringe Supply póki. Það Sigrún H. Guðjónsdóttir sem fær þennan póka. Ok. Og af því að ég held ég verð ekki með nóg marga, jú, ég er með nóg marga til. Annars bara rættum við því. Svona. Ok. Herri. Þessi hérna, ég var rosa lengi bara, mér finnst það sjúklega þáttur. Og þetta svona litur sem ég sakna pínu, hann búinn hjá mér, sko. Já. En ég á 2 og ég er búin að veðja hinnu upp. Í dokku, en þetta er sama, sko. Já, þú ert bara dásamlega líka perla mín, sko. En hérna, já, og þetta, hvað litur hún heitir? Jú, víst. Það? Það hérna. Já, Offshore. Offshore, þannig óslega þáttur. Það eitthvað svona við ströndina, eitthvað við Við ströndina, herri. Og Birna Ingvarsdóttir. Ertu í peysinu minni? Nei, djók. Nei, sorry. Datt út. Hver fekk þetta? Birna Ingvarsdóttir. Við eigum mjög svipaða, Love Note peysinu. Þetta er samt ekki sama garni, sko. Birna Ingvarsdóttir. Okay. Þú fær þessa fallega hespa. Ok, það er næst svo, þú mátt gera svo. Og þetta er kannski svar við einni af spurningunum. Hvaða peysur verður prjónari að prjóna? Já, og ég er með hina, Já. sem ég ætla að sína á eftir. Love Note peysan er svona pínu peysa sem að mjög allavega flestir hafa prjóna. Hvað er næst? Nei, Já, hvað er næst? Hvað er næst? Þetta er eitthvað frá þér. Næst. Sko, næst ætla ég að taka hérna, þennan hér. Já. Sko, þetta, ég veit ekki hvort að ég var alltaf, þetta er kona sem ég hef verið að fylgjast með á Instagram. Hún er amerísk og heitir Gigi Made It. Og ég pantaði þess að þennan póka og eitthvað merki og eitthvað svona. Af því að mér fannst hún bara frekar skemmtileg. Og þetta er sjálfsmynd sem sagt af henni.
Og þetta bara svona poki sem held ég bara frábær fyrir sko sundótið og prjónana þegar það farið Nauthólsvík í sumar. Hver Gigi made it? Og það Halldóra Björk Bergmann sem fær þennan poka. Já. Svona. Það þetta næ? Ég sem sagt þótt í eigi gatbúð að þá panta ég mér líka hluti á netinu. Úr öðrum gatbúðum. Þessi hérna, gamall litur frá Dr. Dyeworks. Hann sjúklega flottur. Og hann heitir Fighting Gravity, 80% merino, 10% nylon og 10% kasmír. Og hér sjáum við hann. Hver fann það hann? Og ég bara taka endalaust eða? Ég skal taka svona eftir. Stálagt. Það stór miði, risastór miði. Gunnhildur Louise Sigurðardóttir. Það hennan. Næsta. Þetta hvernig fær maður þetta fram? Sjoppel. Þetta þýskt. Og hvað stætti í storkinum? Já, þetta 400 metrar. Liturinn Vá, þetta 400 metrar? Þetta bara svo... Og þetta dúnmjúkt. Og ég held þetta svo sokkakall. Það stendur ekki... Jú, þetta bara merino, virgin wool. Og ótrúlega mjúkt og það svona smá variegation í því. Og það fær skotgengur hjá okkur. Það með þess að teygja á gatninu sem að... Já, ég veit það. En hún Aðalheiður Helgadóttir fær þetta útpælt. Aðalheiður Helgadóttir. Nei, hún bara grípa á þessu. Já, eitthvað eins. Þessi hérna! Þetta líka ekki frá peysuna, þú veist, gamals. Já. Sjalið. Þessi hérna, þetta Gucci Fibers sokkagat sem að ég let sviðlétum sérlita fyrir Njálusjalið sem kom út hvað fyrir 2 árum, 1 ári. Og þetta Njálusjal hjá mér, þó að Arndís hafi prjónað það, af því að sko, ég prjónaði sjalið sem að, var í upprunalegu litunum af því að, ég man ekki af hverju ég prjónaði, en Arndís prjónaði þetta og þetta voru svona, mér fannst þetta fallegra og henni fannst hitt fallegra þannig að við skiptum bara. Og þetta sem sagt hérna, og hér peysan, Baby Njála, sem einmitt úr upprunalegu litunum. Já. Og litirnir heita allir eftir Njálu, þannig að aðalliturinn heitir Gunnar. Þetta Gunnar hérna. Og græni hérna... Sko þessir eru annarkvort Njáll eða... Hvíti Njáll, og svo ég með Hallgerði. Akkurat. Þetta Hallgerður. Man ekki hver hinn að... Þetta úr mér. Bergþóra. Það var Bergþóra. Já. Bergþóra. Gunnar, Bergþóra Njáll og... Hallgerður. Sýtt hvað þegar maður getur fyllt einnig stíl. Já. Ógeðslega miklu. En þetta svona Hallgerður. Sérlitaður. Og þetta dugar í, þetta 50 grömm og dugar í 1 sokk sem dæmi. Eða sjal. Ok. Vilt þú draga? Já. Já, ég var búin. Herðu. Guðmunda Inga Gunnarsdóttir. Hún fær Hallgerði. Ok. Og hvað mikið að það gjöf? Það veit það. Já. Það taka annan svona Gucci. Sko, þessi hérna fylgir með þessum hérna. Þessi er komið saman. Segðu mig frá þeim meðan því ég sýni. Sko, ég var einhvern tímann bara heima hjá mér og Gucci Caitlin var að auglýsa eitthvað svona nýjan klúbb hjá sig að þetta úr eitthvað svona þáttaröðum sem heita Schitt's Creek. Held ég þessu, þetta fara með rétt, ég veit það ekki samt.
og mér fannst þeir bara eitthvað svo sjúklega mikið þættir sem að ég myndi horfa á og missa mig í. Ég hef aldrei séð þá samt. Þannig að mér langaði ógeðslega að panta þetta gatt og gerði það. Þannig að ég pantaði þetta frá henni og borgaði þess að fullu verði og þetta hefði komið út dýrara en gatnið frá henni. Þannig að og þetta er svona sett saman sem að hún hugsar held ég í sokka. Þannig að litla dokkan sé eitthvað svona hæll og tá eitthvað. Og það ógeðslega mikið sumar í þessu, finnst mér, sko. Já. Þetta minn og kannski pín, nei, þetta er samt allt öðru sig. Sumarliturinn nýi frá henni, Kristín. Sem að ég elska. Halló, Ingibjörg Guðmundsdóttir. Þóranna Rafnsdóttir fær þessa liti. Herru, ég þarf að fá svona gæja. Þú þarf að fá gæja, þetta er gæi. Ok. Þá er það næst, bara þessi. Já, Jú. Þetta er sem sagt, þetta er frá henni Nitty McPurley sem er líka með hálsmennin hjá mér og eitthvað fleira. Og alltaf ef ég sé eitthvað röndótt, sérstaklega blátt og hvítt, það er ekki verra. Ég bara get ekki annað en keypta. Þetta er rosalega svona þægilegur poki með fallegum rennilás. Og það er svona gott í honum. Já, það er svona gott í honum, þetta er svona gallabuxnefni eiginlega. Og þetta þarf eiginlega að sjást hérna. Þetta er svona pínulítið svona leðurstykki á rennilásnum. Einstaklega flott og gott að setja mig líka alveg í nærmynd með. Já, ég veit. Er það ekki? Ég er búin að vera nærmynd. Hettsvæli. Hettsvæli. Herri, það er stór. Það er Hildur Sigurðar. Hildur Sigurðar. Hún fær poka. Herri, þá er það næst síðasta. Þetta er þetta er frá Ching Fiber og þetta er melted suri. Og ég ætla að láta ykkur, það er svolítið yfirlýst. Hann er svona eiginlega hvít einhvern veginn kremaður. Það er svona eitthvað, það er eitthvað við hann, sko, minnst hann æði. Og ég keypti 2 í, hún tökum úr einum pokanum, í þetta er í uppskrift, þess að og þá er þetta er þessi uppskrift eftir Andrew Mori, þessi hér, og þá þarf eina dokka melted suri, þannig að ég hveti ykkur sá sem fær þetta að gera eftir því Pink Velvet held ég hún heiti, peysu. Ég þurfti þess að bara eina. Ég gæti mér þess að valið svo ef eitthvað vantar hugmyndir af litum með. Já, við getum kannski gert það fyrir hreppin vinningshafa. Ef hann er að horfa, ef þú ert að horfa og farið það, láttu okkur við það. Þóra Jónsdóttir. Hún fær þennan. Ég get nú svolítið stjórna því líka að hún muni prjóna úr henni þessa peysu þar sem ég er að vinna með henni. Já! Þóra á bókasafninu. Hún fær þennan vinni. Það er enga. En það var síðast pakki dagsins. Síðasti pakki dagsins. Ok. Það er þessi hér. Þetta er sokkavöndur. Þetta er sem sagt svona mæðradags, pínu svona mæðradagstrít. Og það er sem sagt, þú ræður. Þú veist, kannski viltu setja glimmer í hælinn eða bara ekki. Kannski viltu nota glimmer í eitthvað allt annað og þá fylgir önnur með sem þú getur notað í tá og hæl og eitthvað. Aðalliturinn er sem sagt frá Hexax og heitir svo mikið sem Valentína. Einmitt. Sjáu þið. Og pakkaður inn í fallega doppóta poka, bréfpoka. Ég klippti og sýnst þetta vera úr þetta er svona accessories, einhver verslun. Ok. Já. Og ég draga? Já. Síðasta? Já. Dúku, síðasti. Þessi. Þetta er Kristrún Selma Mikkelsen. Já. Kristrún Selma Mikkelsen. Þetta er hennan. Og þið sem að fengu vinning og eru búin að taka eftir því, sem sagt,
setjum svo listan líka inn. Endilega hafið bara samband. Þið megið bara koma beint og sækja þetta, það er opið næsta þriðjudaginn. Þá getið þið bara koma á sóttvinninni ykkar, ef þið búið eitthvað stjórn á landi, látið okkur það bara vita. Ok? Hvað svo? Jæja, hvað svo? Svo eru okkur spurningar. Svo eru spurningar. Ég er með bókina, ég ætla fyrst að fá með sopa hérna. Sopa, já. Bleikavatninu mínu. Bleikavatninu. Svo megið koma spurningar. Svo megið koma spurningar einmitt í komment þarna hjá okkur. Endilega. Endilega. Sko, fyrsta spurningin það var einhver sem vildi sjá trefil og sjal saman upp á svona stærðarmun. Hér með sjali sem ég gerði þessi tvö. Já, Arndís prjónaði þessi tvö. Hér sem sagt, hvernig getum við gert þetta þannig að sjáist almennilega stærðarmunurinn? Hafði líka með þetta fyrir aftan eða eitthvað? Nei. Ég veit það ekki. Svona, já, einmitt. Það sem sagt, trefillin grennri eða styttri eða hvað maður segir. Og lengri. Þetta þetta prototíma, þú veist, þetta hérna lengra. Hérna, já, þetta var svona upprunalega, við breyttum í aðeins. Breyttum svolítið, stundum. Þannig að, já. Allavega, þá sést þetta svona. Þetta svona. Ok. Svo, við getum líka sýnt hérna mín tvö. Já, það líka tvö. Það hérna. Og eftir að ganga frá endunum á þeim sem, En þú veist, ég var ekkert að flýta með það. Segjum svo skemmtileg saga á baku litina sem svo dásamlegt. Býttu nú við, sagan á baku litina? Þetta ekki handlitara sem í búðinni? Jú, reyndar. Þetta er Vatnsnes, Waiting for You, eða ekki? Jú. Þetta er hérna Rökkur frá Systrabönd og þetta er frá Hex, hérna Þuríður formaður sem er bara litur, já og liturinn er bara stórkostlegur. Þetta er sem sagt mín útgáfa af sjalinu og svo kemur trefillinn, þannig hér og það er allt frá Vatnsnes, milli línana, Iris Setter og Trúnó. Og ef við höldum því svona, ég man ekki hvort ég sé búin að strekkja, ég held ég sé ekki búin að bleita þetta fjólblá. Það er hérna, virðist allavega að vera þannig. Ok. Nei, ég ætla ekki að taka síman, ég ætla að taka bókina. Já, síman minn sko. Já. Ok. Hvenær verður næsta leyniprjón? Vil ég alveg fá hana? Það er, þú veist, það er ekkert á dagskránni. Nei. En allavega fyrir mig að þá tek ég allar ákvarðanir bara svona svolítið hérna daginn áður. Og sagan á baku þetta var bara, ég kom og bara, oh my god, ég fikk geggjaða hugmynd sjal og 5 dögum síðar voru við farnar í hérna leyniprjón sko, þannig að þetta gerist hratt sko. Og já, takk annað leyniverkefni. En þú veist, ég held að þegar hugmyndin kemur, já, nákvæmlega, að þá gerist það hratt. En vonandi ekki sagt á þetta því ég myndi vilja að tekka þetta. Já, einmitt. Þetta var aðeins og hratt. Það var aðeins hratt. En svo er líka bara spurningi, hvað myndið þið vilja prjóna í svona leyniverkefni? Já. Ég held að það væri of djafst að fara í peysu. Það er bara allt of mikið. Já. Að vera að gera okkur peysu svo þú veist ekki hvernig lítur út. Nei. En sko vettlingar getur sokka. Var ekki svolítið skemmtilegt að gera vettlingar eða sokka? Já, eða kannski að sjálf bara málið. Já, kannski viljum við bara endalaust gera sjöl. Já. Ég veit það ekki. Já. Ok, þannig að endilega setjið komment og svona við ef að þið eru með einhverja hugmyndir af einhverjum leyniprjónum. Já. Og þá getum við bara, þú veist, það er aldrei að vita hvað gerist í hausnum. Við erum með nokkur í sarpnum svo sem hendast í að skrifa sko. Það er bara svolítið þannig. Já. Sokkar? Já, sokkar. Ég er alveg pínuð þar líka. Ég held að það getur skemmtilegt sko. Já. Af því það er svo auðvelt að skipta þeim líka upp í eitthvað svona. Já, og það er bara gaman að eiga trillta sokka sko. Já. Næsta er hvaða peysur verður prjónari að vera búin að prjóna eða prjóna? Hvað er svona must að prjóna?
Það Ok. er Love Note. Það er Love Note. Og svo Hún er það peysa alveg- sem ég er með hér. Er það Já, ekki? jú. Það er hérna Sorel sem að Mhm. allir eru búin að gera á amma þeirra. Og þetta er, ég var að byrja sko, og þið að grínast hvað þetta er fallegt og skemmtilegt. Ég er bara að tjúllast yfir þessu sko. Og það er ógeðslega gaman frumta. Já. Það er bara, við hér hérna, vettlingar, húfa, sokkar, sokkar. Kannski gæti verið líka, þú veist, vettlingar og húfa. Þú veist, þannig að þú byrjar á þú veist, Já. það eru 4 vísbendingar, 2 eru í vettlingana og 2 eru húfa. Nei, þú veist. Eða ég með eitt par sokk og þú með hinn parið og Eða það verður það. svona eins sem samt ekki eins. Þú veist, einn sokkin og hinn sokkin, ekki 2 pör. Nei, bara þú veist, með Já. 2 sokka sem eru keimlíkir en ekki alveg eins. En það reyndar Annar er prjónaður og hinn hetti. Nei. En málið er samt sko, þú veist, það sumir sem meik ekki svo leys. En þá Nei. geta þeir bara gert 2 pör. Algjörlega. Reyndar. Þannig að þú ert komið með uppskrift af 2 pörum í rauninni. Í raun. Þetta væri til í sokka miðað við hvað Þú lesið þetta? Nei, hellavirknina mína. Nei, það eru áhverjum hvernig Má sjá. Væri til í sokka miðað við heilavirknina mína. Heilavirknina, já, Þá yrði áhugavert hvernig þeir kæmu út. Já, Perla var aðeins að rugglast þetta tímabili og við könnumst alveg við svona. Já, við Það könnumst bara. stundum fer maður bara í lás og það bara, já, En það er ekki að við höfum engin ráð. Jú, ég slökkti á Já, Facebook Já. að ég hélt, Já. en Já. það er bara hefur ekki ekki, slakka svolítið okkur. nei, ég skal ekki gera það. Ok, Ok, já, svo mæli ég líka með Pink Velvet peysun sem ég er að gera. Það er líka bara svo gaman að vera með svo 2 kontrasting liti. ég er með aðra hérna. Ég er búin að gera 3 svoleiðis. Já, ég er búin að gera 1 og það var svo mikið meira nóg, menn okkar ekki gert aftur. Ok, þetta er svo peysa sem ég hafði örugglega mest gaman að prjóna. Það er sem sagt Alieska eftir Caitlin Hunter. Þessi er ekki alveg eftir uppskriftinni, eða þú veist, ég breytti munstrinu aðeins, ég prjónaði ekki allt munstriðinni og svo hafði ég ermarnar aðeins svona, þú veist, öðruvísi, þessi er sem sagt svona og hinn, ég nefndi ekki að gera hina svona, eða þú veist, þetta var ekki að því ég nefndi ekki, þetta var meira svona bara, mér fannst það gaman, svona. Svo gerði ég hana aftur og þá gerði ég hana úr grófara gatni og gerði þá bara ekstra smól stærðina og fekk þessa geðveiku útilegupeysu. Þú notar þessa mikið? Ég hef notað hana Já. sjúklega mikið, alveg í sko 2 ár næstu því. Það er alveg næstu því 2 ár síðan ég fekk knoll fyrst. Og þessa fannst mér sjúklega skemmtilegt að prjóna. Svo þarna gerði ég munstrið nákvæmlega svo átt að vera. Þarna var ég bara að breyta gatninu. Svo gerði ég eina í viðbót, svona, manstu ég var að byrja á henni, manstu í sumarbústaðnum úr Walk og ég gaf hana í jólagjöf einu sinni. Ok, Ok, hvaða fleiri peysur? fleiri peysur. Sko, mjög margir hafa líka gert soldótna. Já, Ef ég geri aðra sem að mér langar að gera. það er samt aldrei svo eitt peysan í fyrra, sko. Já, eiginlega. Ég er einmitt að prjóna hana núna, ég held að þetta er svona eftir á eins. Þessi er mjög skemmtileg líka, en hún er stutterma. Það er hægt að lengja. Ég nota hana, þú veist, mjög sjaldan, af því að hún er stutterma. En næst ef ég ger hana aftur alveg pottið, Já. þá ger ég hana síðuna. Já, en svo er þarna einhver peysa, hvað heitir hún? Hún er með svona gatamunstur hér, heitir eitthvað Withmore. Withmore. Já. Já, ég held að það verði svona peysa. Það er peysa sem að mjög margir er að gera. Já. Og ég get Já. kannski bara fundið myndavinnu, skellt á skjáin hérna. En sko, ég átæli upp þær peysu sem ég er með tilbúið nú. Já. Og þá er það, peysan sem ég var að sína, Sorel. Og svo er það April Cardigan, sem er eftir þetta Petite Knit. Það gerði það no frill sweater sem er alveg geðveikt einföld og svona neft, þetta er flott. Og svo er soldótna og svo peysa sem heitir Lumberg sem ég ætla að gera úr Beaches and Booches, námsöllinni. Já. Og
og svo peysuna eftir því. Já, ef að sýna hana kannski. Já. Sko, svo ég var með hérna vettlingana, línur og strik. Já. Sýnum frá fyrst. Whitmore geggjuð, gamla prjóna. Já, ég er búin að kaupa, sko, uppskriftina, langar ógeðslega að gera hana. Líka. Ég gat mig, sko. Sko, þessir vettlingar hérna, þetta er uppskrift sem ég gerði fyrir stuttu síðan, og gaf út. Heita línur og strik og það kemur svolítið út frá því að þegar ég er að teikna, sem ég gerir stundum, og þá, mér fannst ég aldrei kunna teikna, ég var bara að gera línur og strik. Þannig að ég ákvað að því mér fannst vettlingarnar svo æðislegir að gera peysu. Ég er alveg að vera komin niður að því að skipta niður í ból og ermar og þetta er alveg svona, já, það eru alltaf margar lykkjur, þú veist, þetta er svolítið svona challenge. Þetta er það sem ég er að gera. Og reynir kannski smá að þolum. Þetta er líka, sko, sjáðu litin. Það er ekki hægt að prjóna þetta nema í trilltu, þú veist, það bara leið að byrja að dimma aðeins eða, þú veist, þú þarft svo mikla birtu til þess að prjóna þetta. Já, þegar þú ert með svona líka liti. Svona liti, já. En þetta er bara svona sumarverkefni. Og þessi peysa kemur út bara, þú veist, fyrir veturinn eða eitthvað svoleiðis. Þetta er alveg, hún á aftur að vera svolítið tíma í pröfuprjóni, held ég. Já. Af því að, þú veist, ég var með að halda með vefni, sko. Þannig að hún fer hingað. Viltu sýna peysuna sem ég var að gefa þér? Góð, já, sko. Segðu söguna. Ardís fékk hjá mér daginn. Nei, ég var bara oflangur eitthvað ógeðslega þykka peysu. Ég man aldrei söguna. Já, ég sá hana Margréti Maríu sem með okkur þessi prjóna og hún var í svo trilltri lopapeysu, svartri, ógeðslega basic og ég er með peysu á heilanum sem heitir Flúf eftir Skeindirniki. Hún prjóna 3 ár og ég er að byrja 4. Og svo er hún með svona axlasaumablæti. Já, ég er með axlasaumablæti líka, en það er út af því það fer manni svo vel að vera með axlasaum. Það er svo grennandi og fallegt, sko. Og svona, þú veist, það einhvern veginn gerir manni einhvern veginn. Þannig að ég ætla í rauninni núna að standa upp svona hvernig ég lít út í þessari peysu, sko. Já. En hugmyndin var, mér langaði svo að prófa að hanna svoleiðis peysu sem er með svona fallegum saum, þannig að það er eins og svo saumað hér, en samt ertu að prjóna hana eiginlega, já, þetta er raun og prjóna hana bara í heilu, sko, en það er svona, þetta er ógeðslega fallegu dítill og ég bara mæli með tjekkið á, hún heitir Flúf og ég var svona, þú veist, það en samt svona lopapeysu, svona, já, ég ætla að færa þetta svo að þetta sé ekki fyrir okkur. Okay. Þá getum við sýnt sko svona peysur. Þetta er peysan. Sjáu þið núna hvað þetta, þú veist, ég er bara svona, slank í þessu. En þú sýndu hérna dítilana hér. Já, býttu, fyrst var ég að sýna hvað ég verið ógeðslega fín. Sko, býttu næði, þarna sést þetta, sjáu þið. Hérna og hérna, þetta er eitthvað svona, gerir eitthvað alveg brjálæðislega mikið fyrir peysuna. En þetta er bara, já, ég er bara ógeðslega ánægð, þetta heitir Contiguous Method. Hún er alveg stórkostleg. Og er ógeðslega gaman að prjóna og þetta er svona, hún peysur aðeins hugsaður öðruvísi. Hún er ótrúlega gaman, þannig ég er svona aðeins að leika með það konsept. Já. Núna. Með prjónamerkin hérna á hliðinni? Já, ég bara var að fella af og bara ok, ég verð að sýna eftir. Já, hún er búin að vera að pöngast, þannig að þessi kemur pottitt út fyrir næsta vetur. Myndi ég halda? Ekki? Jú, ég held það. Hvað er næsta spurning? Svo er kannski næsta svona hérna... Ég held þessi ekki að koma. Nei, en það er ógeðslega margir búin að gera hann síðan. Já, ok, sýndu. Það veit ekki hvað ég er að tala um. Nei. Þetta er sem sagt hérna eftir Stephen West, hvað heitir hún? Manja Cardigan eða eitthvað. Og hún er alveg sko skósíð í rauninni á öskrutinni. En ég ákvað að pröfa að gera hann svona stutta. Og mér finnst það einhvern veginn miklu klæðilegra. Fyrir mig, ég er 1,5 metra hæð. Þú veist, hefði ég gert hina peysuna þá var ég að labba á henni. Og ég notaði þess að hérna svona ódýrt sokkagarn og svo 2-falt svona handlitað móher, sem er svolítið skemmtilegt. Hún er rosalega juicy, sko. Hún er rosalega juicy, en ég ætla líka að segja söguna því að ég ákvað að fara aðeins út fyrir þægindaramma minn með litina. Mér finnst þessi lit geggjaður, sko. Og hérna, ég nota hana aldrei, af því að ég bara, þetta er ekki minn litur.
bara svona, þú veist, ef þið eru eitthvað, mikið að spá í að þið verðið að fara út fyrir þægindaramana, það ekkert nauðsynlegt. Sleppið því bara. Sleppið því. Bara í ykkar litum. Akkurat. Annars notið þið bara ekki flíkurnar, það bara ekkert gaman. Nema þú veist, þið lendið á lit, eins og manstu bleika peysa sem ég gerði í vetur, sem ég gerði síðan endur að gera mjög margar. Hvað heitir hún? Móherpeysan. Eftir Caitlin Hunter. Já, Engels. Já, Engels. Já. Og ég notaði bara stass og ég átti eitthvað bleikt móher sem ég lét bara virka og ég bara aldrei bleik og hún æðisleg. Hún æðisleg og það var sjúklega vel. Já. Ég hefði pottet aldrei prjónað hana, þú veist, keypt gatnið í hana, sko. Nei, einmitt. En út af því átti það og það gerði það, það og það. Nákvæmlega. Eitthvað magic. Eitthvað meira, eitthvað spurningar, eitthvað? Ert þú búin að lesa það? Já, eða þú veist, það bara geggjað. Bara geggjað. Ok. Á ég að sýna hvað ég er með mjart á prjónunum? Já, voru allt spurningar svona? Ég veit það ekki. Já, hvað er framöndan hjá okkur? Hvað er framöndan hjá okkur? Það er nefnilega spurning. Við erum svo dálítið ADHD-týpur, sko. Það er eiginlega ekkert framöndan alltaf hjá okkur. Samt er alltaf ógeðslega mikið. Þú erum alltaf með tilraunaeldhúsið. Já. Segðu okkur frá því. Tilraunaeldhúsið, já, sem sagt verkefni sem að ég setti af stað og virkar þannig að ég sendi til dæmis mynd á litara og fæ sem sagt þeir túlka litin myndina í garnið. Ég er með það sem ég á, sko þetta er seinni litun af fyrsta tilraunalitnum og þá fekk hún Hex þessa mynd, hún Ásdís, hún heitir það. Gúsi heitir heldur ekki Gúsi. Gúsi heitir ekki heldur Gúsi. Og ég kom með þennan lit sem að mér finnst vera algjörlega stuðlaður. Og það er sem sagt, hann heitir bara Tilraunaeldhúsið númer 1. Ég er búin að gera eina peysu úr honum. Ég er ógeðslega spennt fyrir þessar sokkahöfum. Já, ég líka. Ég er ógeðslega peppuð í þetta. Já, ég líka. Hvað garn var þetta? Oh my god, það getur verið næsta verkefni, þessi geðveik. Þessi er sem sagt úr þessari Tilraunaeldhúshespu. Barnapeysa sem að kemur út bráðum. Liturinn númer 2, það var systrabönd og hann er sem sagt uppseldur. Kemur aftur eitthvað tímann í maí. Er hann uppseldur? Já, hann er uppseldur, já. Ég fekk aldrei að sjá hann, sko. Nei, einmitt, það eru fleiri. Veitu hvað, hann var bara... Og ég er búin að prjóna næstu þéla peysu úr honum og móher með, eða þess að þetta er Tilraunaeldhúsliturinn, hann kom bara í byrjun maí, 1. maí. Hæ? Það er sem sagt þessi litur sem er hér. Er það þetta þarna? Já. Já. Það er ekkert ósvipað sem ég... Vá, hvað er geðveikt að gera... Sokka. Þetta. Já. Sorel peysan með þessum lit. Ég veit nákvæmlega. Oh my god. Þetta er sem sagt litað eftir þessari mynd og þegar þið sjáu hespuna sem sagt svona eins og í hespu, eða þannig ekki búið vindan upp, þá er bara fáránlegt hvað litirnir eru að koma allir fram einhvern veginn og myndin er að koma bara geðveikt fram. Kemur meira? Það kemur meira. Ég er búin að panta meira hjá henni Fanney og hún sem sagt ætlar að lita einhvern tímann miðjan maí eða ok. Vá, þetta var trilltur sorrel. Já. Ég held það. Já. Og alveg, þú veist, sérstaklega með þessum, jafnvel. Já, eða bara, þú veist, eða bara einhverjum uppbólsliti mínum. Hvað er hann? Ég veist alveg hvað hann er. Já, allan daginn, sko. Já, þetta gæti verið skemmtilegt í sorrel, sko. Já. Svo er reyndar annar sem að gæti líka verið stuðlaður, sko. Já, þetta væri örugglega bara sjúk sorrelpeysa. Sumarpeysa. Og stelpur, það er svo trillilega gaman að prjóna sorrel. Þetta er geggjað, sko. Oh my god. En bákvæmsi lítur ekki að koma á myndina. Nei, ég veit það. Þetta er ekki, þú veist, það virkar aldrei þannig. Nei, ég er ógeðslega peppuð fyrir þessu sokkahöfum. Svona vinnum við. Þannig að nú förum við örugglega heim á eftir þessi ykkur lagi og byrjum að hugsa sokkan. En þú veist, nei, við ætlum að hugsa litapalettu og svo, og kannski eitthvað svona þema og svo hennur sitt konar sokki. Einmitt.
Einmitt. Ég er búin að vera að taka líka fáralega marga myndir núna með tilraunaeldhúsi í huga. Ok, þetta er Þannig að geðveikt. þú veist, við getum alveg Ég notað er það alveg eitthvað. til í þetta, sko. Þetta er alveg Vá, ég er ógeðslega spennt. eitthvað. Sokkar. Og sem sagt, næsta tilraunaeldhús kemur frá Vatnsnes og það er í júní. Í framhaldi af því, ég kannski bara opinbera það núna, þá það verða fleiri, sem sagt. Næsta, ég kalli þetta alltaf næsta batch, eru 3 lítrar. Inn í því átti að vera Arndís, en ég svona, hún hefur aðeins svo mikið að gera og var ekki alveg til í þetta. Þú veist, hún sagði já samt, en Ég sagði já með semingi. með semingi. Með mjög miklum semingi. Já, það er rétt. Og hérna, mér er ógeðslega heitt, sorry, í þessari peysu. Það er eitthvað að vinna lit. Ég veit það, hann er geðugur. Þannig að í næsta batchi þá eru 3 litarar. Annars eins, Tudefíl, gafni mitt hérna, sem eru Margrét og Þorbjörg. Þorbjörg er svo sem að fekk einn vinning. Já. Og svo er Lilja, sem er Lilja Nittar á Instagram. Hún er ekki litari að atvinnu, heldur bara veit ég að hún er ógeðslega góð að lita og hefur gert það stundum. Og svo kemur Búsi Fibers. Hún Ég ætlar ætla að taka gera það þátt. Æ, þú veist. Hún ætlar sem sagt að vera með líka. Og það er bara ógeðslega spennandi. Ég er sem sagt núna bara á næstu dögum er ég að fara að senda á þær allar fullt af myndum og þær velja sér mynd úr. Þannig að þú veist, leið og þær sjá mynd sem að kallar ógeðslega á því til langar ógeðslega túlki gabb, þá bara, ég ætla að fá þessa. Ég veit ekkert í hvað röða verður, það bara kemur í ljós. Og það er svona skárastæðilegt á peysunni minni. Þetta er hérna, sem sagt, tilraunaliturinn. Já, flott, þannig að hlýðan og löskunum. Já. Skemmtilegt. Já. Þetta er í staðinn fyrir að ganga frá endunum. Þá hérna ákvað ég að gera svona útsaum. Það er svo Af því að það er svo leiðilegt að ganga frá endunum. Þetta er svona, þú veist. Það er sem sagt svona lítil blóm hérna. ekki svo. Djók, ég gerði þetta ekki! Allt í lagi, bless! Er einhverju fleiri spurningar? Ég veit það ekki. Þetta er fyrir með því. Má sjá. Ok. Viðmar geggjuð. Gerði sorrulina mína úr plötulópa og sokkagatni. Það hljómar nú vel. Já. Eru einhverjar spurningar þarna? Ég sé það ekki. Nei. Úps, ekki þetta. Ok, þá er það. Hvað meira? Þá er bara, við erum búin með Við dagskrá. erum búin með dagskrána. Það. Ok. Hvað svo? Hvað svo? Erum Ég veit við ekki. búnar? Hvað erum við búin að vera lengi? Við erum búin að vera í 48 mínútur. Já. Ef að gefa sér 5 mínútur ef eitthvað spurningar og svo bara búið. Er það ekki bara? En á Facebook-síðan er hvað dottirinn þar? Þetta ekki. Síminn á gólfinu. Þetta, er þetta síminn? Já, þetta er síminn. Þetta er síminn minn, já. Ok. Erum við smitandi? Hvað meinarðu? Segjum að svona á COVID-tímum við erum smitandi. Ég veit það ekki. Herðu, Agnes var að setja inn, sem sagt, held ég, hitt sjálfið, sem sagt, Já. útgáfa númer 2. En ég held að það sé ekki konar fleiri Nei. spurningar hérna inn. En á hittarna sem við setjum hérna spurningar voru á. Nei. Nei. Ok. Ógeðslega gaman að hitta ykkur og hafa ykkur hér. Sjúklega skemmtilegt. Sjúklega gaman. Kannski ekki alveg eins mikið galsi og síðast í þá var maður ekki búinn að hitta hann í 3 vikur eða eitthvað og maður bara Ógeðslega spenntur. ógeðslega spenntur. Hérna, takk fyrir að takk fyrir að taka þátt í þessu og sorry vesennið á spurningunum. Ég var mikið með mín yfir svo öll saman og ég lofa að ég vanda mig betur næst. Bara, nei, hún er ekki bara að gera það. Nei, það var ekki það sem ég var að hugsa. Allavega. Já, og þið eru bara æði og ógeðslega gaman að vera með ykkur.
Ok, Við förum bara heim að hugsa sokka. við ætlum að fara að hefa sér sokka. Þú veist að massin við það. Akkurat. Já, Ég var slökk á þessu. ég var slökk ég kann Get ekki ekki á það. staðið, sko. Ég gerði svona svínaljóð í vídeóið. Veistu þetta? Ég veit það. Ég er að finna út af þessu. End!